Komiði sæl, ágætu vinnir, heiðurs fólkið mitt, og við ætlum að svona reyna að grafa upp allavega eina, tvær myndir enn í æskusögun okkar og segja hana. Það vita það margir að þessi maður er fæddur í Hafnarfirði og ólst þar upp og er Hafnfirðingur í blóð borinn og mann vel eftir mörgu sem að var og meðan hann sleit æskuskónum sínum eins og við öll eigum og gerum en bara sumir sem að geta sagt góða sögu frá sinni æsku en ég er nú einn af þeim og ég þakka Guði fyrir það. Ég hef aldrei kynnst neitt svona í gegnum tíðina nema góðu fólki. Það er nú svo merkilegt. Ég er merkilegt, ég veit ekkert það en það hefur nú verið svolítið mitt hlutskipti. Ég hegg nú svona eftir að hyggja það sé nú stafi nú bara meira af því en margt annað og að maður hefur auðvitað bara valið til sín ákveði fólk sem að maður hefur getað lindið þannig séð eina gesalapa. Þetta er náttúrulega allt saman sitt lag og engu er tveir menn eins og svo náttúrulega læri maður inn á fólk og það er kostur. Þú þarft að læra inn á fólk og þá ferð að horfa á þetta fólk sem svona og hins einn og þú ferð að sjá þig sjálfan og sjálfa á sama stað og þú sættir þig við að aðrir séu þú bara ekkert ólíkir þér og þannig svona blandast þetta allt saman og verður ein heild fyrir okkur. En þegar ég var töluvert inn á einn tvítur að þá var maður mikið við höfnina eins og fram hefur komið og ég fór á sjó bara svona sem strákur hvað ætli ég ekki verið 11 ára gamall eitthvað svoleiðis og þannig háttaði til að í Hafnarfirði var bátur sem Sigurjón Arnlaugsson GK heitir og eru margir á mínum aldri sem muna eftir þeim bát, það er að segja þeir sem að voru í kringum höfnina og það voru ekkert allir þar en sumir voru þar og það voru svona vettvangur margra krakka á þessum árum en ekkert allra svo. Þannig verður þetta nú víst alltaf að það er ekkert allir bara á einhverjum einum stað en sumir völdu þann stað og líklega krakkar sem voru tengdir þá sjómennsku í gegnum sitt fólk, faðir, systkini og svo framvegis. En það voru auðvitað aðrar fleiri stéttir til sem að voru ekki neitt þeim megin línu. Þegar ég er að alast upp og þá og svo lítil verslunar mennska í gangi og til fullt af verslun sem að seldu vörur og keyptu inn og pöntuðu og allt það og voru verslunarmenn með fjölda starfsmanna í kringu sig sem voru bara þar. Sumt fólk af þessu fólki fóru aldrei til sjós en var auðvitað merkt talinu sjó og sjómennsku vegna þess að þetta var svo ríkt í bænum. En voru aldrei sjómenn og þekktu kannski aldrei sjómennskun á eigin skinni. En þetta er allt saman orðið svolítið breytt í dag því að viðmiðin eru allt önnur en voru þá en það eru auðvitað viðmið en þann dag í dag en þau voru allt önnur. Já, það er Sigurjón Arnlaugsson GK, hann var þetta var trébátur. Ég veit ekki hvað hann hafi verið stór, 60 tonn kannski, 70 tonn, eitthvað svoleiðis og hvort það var smíðaður á Íslandi eða erlendis veit ég ekki heldur en ég held reyndar að Sigurjón Arnlaugsson hafi ekki verið smíðaður á Íslandi. Þessi bátur sem sagt var gerður út lengi í Hafnarfirði og síðan er þessi bátur seldur eða úreldist eða hvað, þetta var orðið gamalt skip og þá kemur annar Sigurjón Arnlaugsson til sögunar og það er stálbátur
og ég veit ekki hvort það sömu aðila að ræða sem að gerðu út tréskipið Sigurjón Arnlaugsson og svo nýja skipið Sigurjón Arnlaugsson. Þetta var náttúrulega ekki nýtt skip, þetta var skip var keypt notað. Og þessi Sigurjón Arnlaugsson, stálbáturinn sjálfsagt, var bátur sem að fór og veiddi háerninga. En þetta bara eins og gengur í þessu, menn semja og þessi útgerð hefur kannski vilja bjóða aðeins betur heldur en Guðrúnar útgerðin gerði og kannski ekki til að sækjast eftir þessum háerningsveiðum kannski lengur. Það getur maður svo sem ekki sögun og bak við það. Við förum hann borð vegna þess að árið á undan, vertíðin á undan, þetta sumarið, vertíðin á undan hafði ættingi verið þar borð, hásett borð í Sigurjóni og eins og stráka tamt, þá voru við þar borðana við þegar báturinn var í landi og þekktum orðið ágætlega þessa kalla sem voru borð og þetta voru svo sem ágætis menn þarna. Ég man eftir því að Gylfi Ægisson, tónlistarmaður, einn starfsmaður þarna borð og ég man eftir því einhvern tímann þegar við komum þarna niður í lúkarinn fram í að þá Gylfi þar með harmonikuna að spila fyrir strákarnir svo hann gerði oft og söng og gítar með undirleik gítarsins, svona sín lög, fyrstu lög sem að síðar þekkt með Gylfa. Hann var að syngja þetta einhvern tíma áður en að hann gefur þetta út og svo verður hann þessi þekkti tónlistarmaður og sem lifir með okkur enn þann dag í dag og þessi lög hans líka, falleg lög. Gylfi sem þetta þar og svo líkur vertíðinni og maður kemur borð svona annars slagið eftir að þeir voru komnir þá á humarveiðar og fáir kallar borð en samt þeir sem höfðu verið á vertíðin á undan. Það var alltaf miklu færra á þegar skipin fóru á humarveiðar. Þannig að maður þekkti alla þessa stráka. Og svo í einni inniverunni þá ég þarna borð sem oftar og ég man ekki alveg hvernig það atvikaðist en mér minnir að þeir hafi boðið mér að koma með sér eitt túr. Minnir að það hafi verið þannig frekar en ég hafi beðið það. Og ég ábyggilega eitthvað hikandi við það. Hafði aldrei farið á sjóður og vissi ekkert hvernig þetta væri að vera á sjó en ef þetta vaknaði áhugin hjá þessum bryggjufara og sem var búin að vera sýsla í kringum höfnina og fjöruna í ánum saman. Vaknaði áhugi fyrir að fara því að það var auðvitað svona draumurinn að verða sjómaður og fara sjálfur, ráða sig sjálfur á skip en maður var náttúrulega vissi það að maður var alltof ungur til þess að eiga neitt við það en að strákar færu túra með skipum til að mynda frá Hafnarfjörð, það var ekkert óalgengt. Ég man eftir því seinna þegar ég á togurum að þá kom fyrir að faðir tæki dreng með sér og hann væri með okkur túrinn, þannig að þetta var alls konar í gangi á meðan og stundu kom það fyrir að þessi guttar, þeir voru svona eitthvað að reyna að hjálpa til á dekkinu en það var allur gangur á því, þannig að það var ekkert nýtt og engin frétt í sjálfu sér að hafnfirskir krakkar færu túr, einstaka túr með bátum. Það var ekki. Og ég man ekki alveg hvernig þetta var en nema ég samþykki þetta og ég heila fór bara eins og ég stóð. Ég var á strigarskóm og einhverju og þetta var sumar og nú gott veður hérna og skipstjórinn samþykti þetta og hann gerir ráðstafanir, hringir í mömmu og pappa og þau samþykja þetta fyrir sitt leyti og svo bara endum sleppt og ég sigli með þeim út
bara eins í stóð, illa klæddur og allavega með eitthvað, ég man ekki hvort að sjálfsagt hafið þeir lánað mér einhverja flíkur til þess að skýla mann aðeins betur og það sem sagt að farið eitthvað, ég man ekki hvert og trollinu kastað það sem að humars var á enda. Þegar þetta þá humarinn sem sagt slitinn borð. En fyrstu þegar humarveiðarnar voru að byrja þá var komið með hann óslitinn í land og hann allur slitinn í landi. Hvenær humarveiðarnar byrja í Hafnarfirði ég ekki alveg viss en þegar þar byrjuðu í bæjarútgerðinni, ég var að vinna þar einmitt, það var nú undan þessu, þá það eitthvað 1963, en humarveiðar byrjaðar einhverjum árum fyrr, allir þær hafa ekki byrjað svona í kringum 1960, þannig að allavega bæjarútgerðin tekur ekki við sér hvað þær varðar fyrir svo litlu seinna. Ég vissi að Frost í Hafnarfirði, núna Venus, Hvalur HF í Hafnarfirði, það var á undan bæjarútgerðinni með humarinn og menn voru að slíta þar humar allavega held í 2 ár á undan bæjarútgerðin og eitthvað að flota Frost HF, þetta var nú nokkur bátar sem þeir voru að gera út, stunduðu þessar humarveiðar, sem sagt klettarnir. Þeir hétu allir einhver klettur, fiskaklettur, fagraklettur, búðaklettur og svo framvegis og sumir muna eftir þessum bátum. Og ég sem sagt þarna með þeim og verði þetta sjóveikur og allt það og var samt að reyna að vera með þeim þarna upp á dekki eins og ég þurfti þess ekki en ég vildi það bara og var eitthvað að hjálpa til þarna eins og ég gat og sá svona hvernig þetta var gert og maður tók einhver humarskott og sleit og þá var það þannig að borð voru olíutunnur, búið að hreinsa þeir auðvitað. Humarskottin fóru ofan í þessar olíutunnur, fyrirverandi olíutunnur sem var fyllt með sjó og mokaði einhverjum skamti af ís í hverja tunnu, einhverjum hlutvöllum og þetta þannig komu þeir með humarinn í land í þessum sjó, í þessum ísi lagða sjó og þannig helst hann ferskur. Humarinn mjög viðkvæmara og það var ekki hægt að vera lengur en hámark 3 daga eftir að veiðar byrjuðu og menn fóru að fá eitthvað nafla. Og það þessi túr hann líður í rólegheitunum og ég þarna með þeim í þess að 3 sólarhinga og fannst þetta nú skemmtilegt að vísu man ég ekkert rosalega mikið eftir svona hverjum tíma fyrir sig og ég man bara það að borð var ekkert klósett og þurfti man að brúka eitthvað slíkt og þá bara mann rétt olíufatta að gera svo vel og bara farið aftur á og maður gerði það. Ég man eftir því eina fyrsta skipti að það kemur fram með reynsluleysi manna. Að skipið var að toga og ég búinn að athafna mig þarna aftur á hekki og ég hvolfi náttúrulega úr fötinni í sjóinn og ætlaði svo skólana en aflið af togið var í gangi og skipið á hreyfingu sem sagt og ég í svona reynsluleysi minni og kannski þetta var maður bara gutti og ekki með neitt afl til að gera. Ég man eftir því að ég gat ekki híft fötuna einfyrir vegna togsins, hraðan á skipinu og einhvern veginn, þetta var allt og þungt fyrir mig en ég hafði nú vitað því að binda á spott í fötinu og ég batt hana við skipið og svo kom einhver skipstjóri minni mig og togaði fötunum borð. Hún var náttúrulega að vera þegar þetta var klósett kallana. Þannig var þetta nú það og þannig sjáum við aftur reynsluleysið hjá mönnum að þeir þurfa að læra allt
Man alltaf verið til þessu að ég hafði ekkert afl í að toga þessa fötu vegna hraðans á bátnum, og fatan náttúrulega ákveðin svona svelgur, og þetta togar bara á móti manni alveg á fullu. En fullorðinn maður fór nú létt með að gera þetta, en ekki kannski 11 ára gamall strákur. Og þannig að maður lærði sína leksíu þar og fór einhvern veginn öðru sig að þessu næst þegar maður þurfti að fara á þennan stað. Það víst líkamsstarfsemin bara heldur áfram og hún bara kallar eftir sinni þjónustu. Það sleppi víst enginn við það, og þetta var leiðin. Það var þessi fata fyrir aftan stýrishús, bara sett þar niður, og þar bara gerðu menn sín stykki. Þetta yrði ekki boðið upp á þetta í dag. Nýtísku skipin eru eins og hótel sagt, en þetta alltaf bara kjaftaði, því að nýtísku skip, flott og allt saman, það eru bara vinnustaður manna, og vinnustöðum manna unnið, þannig að menn ekkert á neinu hóteli. En það alveg rétt að aðbúnaðurinn ekkert samur, og það sem var boðið upp á 65 eitthvað svoleiðis ekki boðið upp á lengur. Þér ekki bara rétt fata í dag og sagt farðu þarna aftur og gerðu þín stykki þar, menn bara ganga inn á sín klósett, og það athafnaði sig eins og þarf. Þannig að það hefur breyst, en vinnustaðurinn ekki, því að þessir menn í dag eru líka að sinna sínu veiðarfæri, rétt eins og við vorum að gera þarna borð í Sigurjóni Arnlaugssyni og ég með, sem bara gestur borð til þess að sjá og aðeins að skynja hafið. Það náttúrulega vissu allir að strákar eins og ég myndu enda á sjó. Það var venjan, annars hefði við ekkert verið svona áhugasamir skip og báta ef við ætluðum okkur og ekkert með þetta. En þó var það nú held ég þannig að þó við værum þarna mikið kringum þessa báta, þó verður ekkert allir á okkur sjómenn, en einhverjir urðu það, en ég hygg samt að allir hafi allavega verið tíma ráðnir á skip og bát. Já, við erum þarna sem sagt að veiða, og það gengur bara eins og gengur borð í þessum skipum, að það veiðist, og það kemur með fiskur með humrinum, og hann var hirtur og settur í stýjur við hlið, í stýjur, og það voru nokkur tonn af meðfiski, ýsu, þorski og allu þessu, sem ekki hægt að komast hjá að veiða, því að trollið dregst bara eftir botninum, og þar eru þessar tegundir, og þó að verið að fiska og falast eftir humri, þá var hann samt uppistaða aflans en annað sem að fylgdi með. Og þessu var sturtað á dekkið aflanum, og fiskurinn tíndur úr krabbahaugnum, og svo var notuð kvísl með svona kúlum á endanum til þess að sem var stungið undir, og þessu mokað upp á borðið þar sem kallarnir stóðu og slitu síðan humarinn. Hausinn fór bara aftur í sjóinn, en skottið fór í körfu og þaðan niður í lest, ég held að það nú verið þannig, svona, og handlanga niður í lest, og þar sem ykkur tók við því og sturtaði þessu ofan í sjólögin í þessum olíutunnum. Á þessum olíutunnum var búið að gera 2 göt til þess að húkka í fyrir hífinguna upp. Þannig að þetta var útbúið svona eins og hægt var, og ekkert lengi verið að fljótlegt að hífa þetta í land, því aflinn var nú ekkert svoleiðis að það væri eitthvað vandamál með það. Og svo sem sagt rennur upp seinasti dagurinn, og það komið að því að fara að stíma í land, og við gerum það auðvitað, og mann ekki hvað við vorum lengi að stíma þetta, eða hvar við vorum, ég mann ekki alveg hvar menn við vorum að veiða þennan humar á þessum tíma. Það hefur sjálfsagt verið margir staðir, í reiknum nú með því
að það hefði verið þarna einhvers staðar út af Reykjanesi eða eitthvað svoleiðis, eða kannski voru við fyrir utan eyjar. Ég held nú samt ekki, en það má vel vera, menn voru nú að veiða humar þar líka, og þessir bátar fara náttúrulega bara víða, það er nú bara þannig. En allavega voru við lengur en hálftíma heim, og það er einhverju klukkutímar sem fara í siglingu, og svo förum við að nálgast Hafnarfjörð, og þá er uppi við stýrið vélstjóri þegar ég kom þarna einhvern tímann á nóttin eða morguninn, og ég sé þarna ljós og sé að þarna er bær, og ég spyr vélstjóran sem var við stýrið, hvaða bær er þetta? Þá fór hann að hlæja og sagði, þetta er nú víst Hafnarfjörður, sagði hann. En svo sagði hann, þú þekkir greinilega ekki Hafnarfjörð frá sjó, sem var alveg rétt. Þetta var í fyrsta skipti sem ég sá bæinn minn Hafnarfjörð af hafi, en ég sá hann alloft áður en yfir lauk, og ég stíg í land eftir að ég byrjaði til sjós 1970. Þá sá ég þennan bæ alloft, og ég spurðist ekki frekar fyrir það hvaða bær þetta væri, því ég var viss nafnið á honum, að þetta var bara hreint og beint Hafnarfjörður. En þegar ég kem hann inn með Sigurjóni Arnlaugssyni, þá var ég bara ekki viss það hvaða bær þetta væri, og ég man alltaf þetta, hann hló, en sagði svo, þú bara þekkir ekki bæinn, maður, eðlilegt. Það er svolítið annað að sjá þetta frá sjó eða sjá þetta bara í kringu sig. Þetta horfir svolítið öðru sig við manni úr fjarlæðinni. Þá sér maður raun og veru ekkert nema bara ljós og bæjarstæðið bylgjast eftir landinu. Það var merkilegt. Og ég sem sagt þessu líkur bara þarna, og við förum í land, og ég bara tíja mig heim, og strákarnir gera sig klára í að landa, og við lönduðum á nýju bryggju, trébryggjunni. Það var nýja bryggja og gamla bryggja, og við lönduðum þarna lögðustum við sem sagt, ef þú manst eftir gömlu bryggju, nýju bryggju, þá gekk hún út og svo út í fjörðinn. Þetta var svona L-bryggja, og við lögðustum við þennan legg sem að stemdi að Hafnargörðunum, og lágum þar, og ég klifra upp stígan utan á bryggjunni og stíg upp á gólfið, bryggjugólfið, og þá fann ég það að ég var með sjóriðu. Ég man eftir því að bryggjan, hún gekk bara öll upp og niður eins og báturinn hafði gert á meðan hann var að stíma á hafinu. Þá gekk hann bara upp og niður, og það var eins sem gerðist með bryggjuna. Og ég geng þannig heim, ég veit ekki hvort ég var ríðandi á valtur og fótunum, ég veit ekki, ég man það nú ekki. Ég var það ekki svona í minningunni, en ég man eftir þessu að landið gekk allt til, og það heitir vist sjóriða. Ég held reyndar ég hafi verið búinn að frétta eitthvað af þessari sjóriðu, þannig að maður verði ekki alveg bara skelfingu lostin yfir því hvað væri í gangi. Ég held ég hafi nú vitað hvað væri að ske. Svo það er sem ég geng þarna bara heim, og stutt heim þaðan, upp Merkugötuna og svo upp Vesturbraut og svo upp heim í Kúnsgerði. Ég held nú að sjóriðan sem að ég var með þegar ég kom í land, hún hafi verið farin þegar ég kem heim. Þetta varði örstutt, og ég minnist þess ekki að hafa fengið sjóriðu aftur. Og það líða nokkur ár þangað til að ég byrjaði til sjós, eitthvað 5 ár lágmark, og náttúrulega þá hafði maður ekkert farið á sjó valla. Ég man ekki eftir því að það hefði neitt svoleiðis plaga mig. Ég held örugglega ég færi með rétt mál. En man ekki alveg hvenær það er, en það skeður einhverjum að gæti hafa verið 67-68. Að þá er bróðir minn einn stýrimaður á Arnarnesinu úr Hafnarfirði, GK52.
og skipstjórinn þá borð hann heitir Guðmundur, góður kall. Það sérst áður en Viðar Þórðarsson tekur Arnarnesið. Ég held að Viðar Þórðarsson hafi tekið Arnarnesið eftir að þessi Guðmundur hættir sér skipstjóri. En Guðmundur sérst skipstjóri, ég held ég fari örugglega með rétt nafn, og bróðir minn fyrsti stýrimaður hjá honum. Og hann sérst býður mig bara að koma með. Og ég sagði já. Og ég man eftir því að ég heldur að við farið eitthvað 7 morguninn og við bjöggum svona, hann bjó ekkert mjög langt frá okkur á þessum tíma og maður gekk aftur niður Vesturbrautinu og niður Merkurgötuna og hann var þar og við gengum svo saman bara borð. Skipið var þarna við Nýjubryggju, held ég alveg örugglega og þetta var miklu flottara skip og miklu Arnarnesi var í raun og veru bara mjög flott skip, þessi Arnarnes og hann var svolítið á undan sinni samtíð því að allar íbúðir, þetta var ekki nema 150 eða 120 tonna skip held ég, en allar íbúðir voru aftur í Arnarnesinu og samt voru þarna gert ráð fyrir 12-14 mönnum og það var ekkert þröngt þannig séð. Þetta hefur verið mjög vel hannað skip og mjög flott og fínt skip, gott skip held ég að ég geti örugglega sagt en þetta að vorlagi og þeir eru á netum og þetta voru dagaróðra bara og netin lágu í sjónum og báturinn skrapp í land. Netin voru einhvers staðar út að Keflavík, þannig að þetta hefur kannski verið klukkutíma stími eða kannski, eitthvað 2 tíma kannski mestalagi út í þessi net og ég man eftir því að það var alveg stafalogn allan tíman og fínasta veður og skipið hreyfðist ekki og að því að skipið hreyfðist ekki að þá náttúrulega var það engin sjóveikur og ekki heldur þessi einstaklingur sem þú tér að horfa á og við erum að draga þessi net og ég man eftir því að ég var eitthvað með þeim þarna, ég var að blóðga fiskinn og eitthvað svoleiðis og ég held ég var nú verið staðið bara með þeim allan tíman og það var vist eitthvað hægt að nota strákinn og ég hafði rosalega gaman að því að fara þennan túr bæði vegna þess að maður gati auðvitað eitthvað gert og hafði mjög gaman að því að gera það sem ég var að gera og kunni lagið alveg að blóðga og allt saman það og hefur nú alltaf haft gaman að því að vinna þannig síðan og við semst að erum að draga þetta, ég man nú ekkert alveg nákvæmlega hvernig þetta fór fram eða hvað var sagt eða hvernig það var, menn voru bara að vinna og örugglega verið að tala eitthvað saman og segja einhvað eins og gengur við afgreiðsluborðið borðið í netabót og ég semst að þarna á fullu gasi við að gera bara mitt strákarnir greiddu úr og ég blóðgaði eitthvað af þessu og svo þegar trossan voru búin að þá komu hinnir og kláruðum að blóðgaði fiskinn og svo var næsta trossa tekinn og hún afgreidd og ég ennþá á dekkinu og sem sagt svo drögum við síðustu trossuna þann dag og það sama og ég á mínum stað þarna á dekkinu að blóðga og svo bara gengið frá og tekið stefnan heim og þá man ég eftir því að strákarnir voru eitthvað sáttur við þennan gutta þarna sem eitthvað var hægt að nota og einn segir við mig þetta hefur átt að fá hlutur þetta sagði nei, þú hefðir átt að fara á 1 hlut, sagðan. Þá stóð annar upp og sagði 1 hlut, 2 hluti, sagðan. Þetta fannst mér nú fyndið og ég hló nú, það hló reyndar allir og mér fannst þetta mjög fyndið. Ég fekk engan hlut og ekkert fyrir þetta og ekkert nema bara ánægjan og gleðina af því að hafa verið með. Þetta var nú önnur sjóferðin mín
og þarna líða einhver ár á milli frá fyrstu sjóferðinni, humar sjóferðinni minni og svo neta sjóferðinni minni borð í Arnarnes í GK 52 sem að íshúsið í Hafnarfirði gerði út nokkuð lengi eftir þetta, heil lengi eftir þetta, og þessu skipi var faðir minn kokkur í mörg ár og með Viðari Þórðarsyni skipstjóra. Ég veit ekkert hvar Viðar í dag eða hvernig hann var. Þetta var ágætis maður. Hann var segur að fiska á netónu sérstaklega og var held ég aflakóngur í Hafnarfirði 1 eða 2 ár. Á þessum árum held ég á Arnarnes alveg örugglega. Þess að segja þá veit ég ekkert hvar Viðar í dag, en ég man bara að þetta var ágætis maður og við vorum saman. Þá var hann með Reykjanes sem þá hét Bjarmi, við kölluðum hann alltaf Bjarmi, og hann nýkominn til Hafnarfjarðar, það nokkur mánuð seinna, það 72, en þetta geti hafa verið, eins og við vorum að tala 68, ég held að sé nú, ég held að þetta sé 68, það sé árið sem ég fór þarna með Arnarnesin og við vorum alveg í spegilsléttum sjó allan tíman og það blakti ekki hár og höfði og bara logni lék við okkur að framan og aftan. Þannig í það skipti var engin sjóveikur og ekki heldur þessi maður. Og svo förum við fyrir upp í brú og það bróðir minn að stýra sínu skipi og sem stýrimaður og hann býður mér að leggja mig bara í klefanum sínum og ég geri það og sofna hann í einhver smá tíma og kem svo upp og svo bara þessi áfangi að baki og ég geng mína leið og hann fer til síns heima og svo heldur vertíðin áfram en ég ekki lengur með. En þarna fekk maður kannski svona smá smjörþef af því hvað býði, en þó ekki, því að þarna var náttúrulega maður bara farþegi og gerði það sem maður vildi í raun og veru og réð sér sjálfur á öllu leyti, en þegar þú ert búin að ráða þig á skipa þá ræður þú þér ekkert nema einhverju leyti. Þannig að þetta ekki alveg saman að jafna, en samt þetta svona, þú fékkst aðeins að sjá hvernig þetta var, þannig að maður var ekkert alveg með þetta blint í sjóin þegar maður byrjaði sína sjómennsku. Maður hafði þessi viðmið, þessi 2 viðmið og vissi svona upp og niður hvað væri að vera. Það líka hægt að meta það til tekna að hafa þó þetta þó ekki síðan meira. En það að vera farþegi ekki sama og að vera í átökunum sem starfsmaður. Það ekki alveg það sama. Þannig að maður upplifði ýmislegt, hefur upplifað ýmislegt að sinni ævi og mann svona eftir mörgu, en ekki nálægt í öllu. Þetta svona, þegar maður kemur svona langt inn í þetta eftir svona mörg ár, þá þetta allt svona meira og minna reiki. Þetta svona punktar sem standa upp úr. Maður að reyna í raun og veru að vinna eitthvað út frá þeim, en í svona smáatriðum, maður hefur smáatriðin ekki nema mjög litlu leyti, en samt gerðist þetta og samt nóg sagt til þess að draga upp svona einhverja heildarmynd af verkinu. En þessar ferðir voru farnar með þessum ágætu skipum sem ég held að séu bæði horfin fyrir margt löngu. Hvenær skipin voru seld veit ég ekki. Ég held að Sigurjón Arnlaugsson, þessi bátur, hann sé horfin af vellinum milli 70 og 80 og hvenær þessi stálbátur kom með sama nafni, ég held að það sé örugglega eftir 1980. Hvort að hinn báturinn þá upp enn við líði, það getur alveg verið, en
en ég hygg nú að hann hafi verið komin, hann hafi ekki verið lengur í notkun áður en að þessi kemur, þessi nýja stálskip. Þetta nýja stálskip gamla, hvað þessi bátur hét áður man ég ekki, en eins og við vorum að tala áðan þá var þetta svolítið gamalt skip sem kom þá, og þetta var bara bátur sem að stundaði allar þær veiðar sem bátur á þessum tíma stunduðu, en hann var líka á sumrin nokkrar vertíðir á þessum háhyrningsveiðum. En ég held reyndar að þær hafi lokið með honum. Hann hefur kannski verið þarna 2-3 vertíðir, en háhyrningsveiðarna við þetta land hafi lokið með honum, og það var aldrei farið í þær aftur. En tíma var nú svolítið, fengu þær svolítið umfjöllun, og þú kannski manst eftir því að það var svolítið svona fréttamatur á þessum tíma, og ég held að þessar veiðar hafa farið þannig fram að það var eiginlega búið að selja þessi dýr áður en þau voru veidd. Ég held að það nú verið gengið þannig frá því að menn færu og tækju kannski 2-3 háhyrninga sem þá var búið að selja. Menn reyndu að veiða ungdýr, menn sáu þetta nú fljótt út hvort þau voru ungdýr eða fullorðindýr, sáu náttúrulega stærðarmunin, og þeir vildu fá ungdýr vegna þess að þessi fullorðindýr, þetta það mikil dýr að það miklu erfiðara að eiga neitt við það að koma þessum borð og annað. En ungu dýrin voru alveg í viðráðanlegri stærð, og þannig, og það var reynt svona að fiska þau frá, stíga þeim frá þessum fullorðnu dýrum, og það held ég hafa nú tekist yfirleitt að gera þetta. En þetta allt saman að baki, og sætirissafnið í Hafnarfirði sem þá var við lýði, menn ekki hvenær það var, ég held að það hafa nú síðan komið í gagnið eitthvað fyrir 70 held ég, en það ekki lengur, en var svolítið svona skemmtilegt ævintýri þarna í Hafnarfirði á sínum tíma, og það var ótrúlega margir sem komu þarna, og ég man eftir því að ég fór nokkru sinnum þarna í sætirissafnið og skoðaði þetta og hafði gaman að, þarna voru ljón og apar og alls konar kvikindi sem voru þarna í búrum, og svo voru fiskar í körum, og var hægt að skoða þessa fiska sem eru hér við land og svo framvegis. En þetta allt saman farið, og bátarnir sem að ég fór með sem farþegi eru líka horfnir af sviðinu, og margt orðið breytt en ekki allt saman, því að við erum nú ennþá að stunda sjó og sjómennsku og gera út skip og báta og vinna fisk, þó að þetta sé allt saman gert með öðrum hætti en í dag. En var þá, segi ég. Þannig að þetta bara skemmtilegt að geta rakið þetta og eiga þetta allt saman enn til í hugskoti sínu, og svo aldrei að vita nema að aðrir hafi bara hreinlega gaman að þessu með mér, og þá var nú björnin unnin, og þá var þetta nú allt saman allavega ekki fyrir gíg gert. Og þetta svona minn partur ævinar sem ég að rekja hér, og sumir fara þá leið að rekja sína ævi í kannski ekki mikið þessum stíl, en gera það í skrifuðu formi, og þetta allt í lagi. En þarna erum við komnir að nútímanum sem að bjóða þessa leið, sem var miklu þyngra og erfiðara hefði maður reynt að gera þetta þegar að atvikið átti sér stað, sem náttúrulega engin hugsun var til fyrir, þannig að það var allt saman að fæðast síðar. Við segjum þetta gott, og svo sjáum við bara til hvort við gerum eitthvað meira af þessu. Takk fyrir mig.